Hér er dæmi, fjórða rót af a í sjötta, b í fimmta, deilt með 16 a í mínus öðru, b í 13. Ég þarf að einfalda þetta dæmi, en það sjáðu hér þetta dæmi hér og sjáðu lausnina síðan. Hún er töluvert einfaldari heldur en upphaflega dæmið. En við þurfum að beita nokkrum trikkum til þess að svo verði. Ég hef litað A-inn sérstaklega gul, B-inn sérstaklega blá og svo er tölurnar hérna hvítar. Byrjum á því að horfa hérna inn í rótmerkið. Þá sé ég hérna er A í sjötta og það er deilt með A í mínus öðru. Ég er þá að nota veldareglu þar sem að ég er með sömu A-inn hérna en veldi hérna upp er 6 en veldi hérna niðri deilt með er mínus 2. Þá á ég að nota þessa veldareglu hér A í enda deilt með A í enda. Og það sem gerist er að ég tek n-veldið og dreg frá því m-veldið, þannig að það verður mínus á milli. Sem þýðir í þessu tilfelli að ég er með a í sjötta deilt með a í mínus öðru, sem verður þá a í veldinu 6 mínus 2. Og það sem gerist hérna með mínusana er að það verður plús, þannig að a verður 6 plús 2 og verður þá a í 8. veldi. Og hér stendur það a í 8. veldi. Takt eftir að það er plúsveldi sem þýðir að þá er a-ið fyrir ofanstrik. Skoðu núna b-inn, geymum tölurnar aðeins, kíkjum á b-inn. Hér er b í 5. veldi og það er deilt með b í 13. veldi. Ég er að fara að nota nákvæmlega sömu veldareglu. Það er að segja, í því tilfelli sem er b-inn eru, þá er það b í 5. veldi deilt með b í 13. Það þýðir ég á að taka 5. veldið og draga frá því 13. sem þýðir að b verður í mínus 8. Takt eftir í mínus 8. Það þýðir að ef að veldi verður í mínus þá kemur það upp á strik svona, en ef ég breyti margveldinu í deilingu, ég seti hérna bara þrist fyrir framan bara ganni, sagði hérna 3 sinnum b í mínus 8. Ef ég breyti þessari margveldinu í deilingu þá breytist formerki á veldinu þannig að það verður plús ef ég breyti því í deilingu. Og ég get sýnt það svona eða svona. Þetta er bara sýnidæmi hérna, en þetta þýðir það að ef að b verður í mínus 8. veldi hérna, þá ætla ég að tróða því fyrir neðanstrik, það er að segja deila með því og þá verður þetta veldi plús. Nú, eina talan hérna sem að ég er að vinna með er 16, þannig ég leyfi henni bara að bíða í smá stund. Nú, ég er þá komin með þetta dæmi svona, ég er búin að einfalda a-inn, ég er búin að einfalda b-inn og 16 er eina talan hérna. Þá ætla ég að losna við þessa fjórðu rót. Nú, allt hérna inn í pakkanum hér er í fjórðu rót sem þýðir ég get deilt fjórðu rót niður á hvert einasta stykki á a-inn, á tölurnar og á b-inn. Og þá er þetta fjórða róta a í 8. fjórða róta 16 og fjórða róta b í 8. Nú, fjórða rótina a í 8. er þá a í veldinu veldið á móti rótinni 8 á móti 4 sem þýðir að a verður í öðru veldi. Fjórða rótina 16 er 2. B verður þá veldið á móti rótinni eða 8 á móti 4 sem þýðir að b verður í öðru veldi líka. Þannig að loka svarið er a í öðru veldi deilt með 2 sinnum b í öðru veldi. Og þetta er náttúrulega miklu einfaldara svar heldur en dæmið var í upphafi.